Góðan daginn og velkomin á þennan fund. Dagurinn 8. nóvember hefur verið tileinkaður forvörnum gegn einelti og þar sem hann ber nú upp á sunnudag, þá höldum við morgunfundinn í dag. Ég heiti Hannes Friðriksson og starfa sem sérfræðingur á heilsu- og umhverfissviði hjá Vinnueftirlitinu og hef verið fenginn til þess að vera fundarstjóri á þessum netfundi. Góðan daginn og velkomin á þennan fund. Dagurinn 8. nóvember hefur verið netfundur sem ætlaði að fjalla ýmsar birtingarmyndir og viðbrögð við einelti. En þar sem þetta fundarform býður ekki upp á að við nýtum okkur hið akademíska korter sem áður þótti nánast sjálfsagt, þykir mér rétt að vinda mér beint í dagskrána. Fundurinn hefst með ávarpi Ásmundar Einars Daðasonar félags- og barnamálaráðherra. Eftir það verða flutt 4 erindi sem hvert á sinn hátt snerta forvarnir gegn einelti. Við byrjum á að heyra forvarnarverkefni Landsvirkjunar en fyrirtækið hefur lagt sig fram að gera sem best í garði. Fjallað verður leiðir til þess að sem kunna að vera til ráða þegar tilkynnt einelti til stjórnenda. Einnig verður fjallað ýmsar leiðir sem kunna að vera vinnuverndarstarf í skólum og síðast í fyrirlesturinn fjallað svo sálrænt öryggi í skólaumhverfinu. Að lokum mun Hanna Sigríður Gunnsteinsdóttir forstjóri Vinnueftirlitsins slíta fundi. En gefum nú barnamálaráðherra Ásmundi Einari Daðasyni orðið en hann hefur á ráðherratíð sinni látið sig mikið varða þennan málaflokk og sett hann á dagskrá í mörgum af undirstofnunum sínum. Gjörðu svo vel. Kæru fundargestir, frá því 2011 hefur 8. nóvember ár hvert verið helgaður baráttunni gegn einelti, en það ár setti verkefnastjórn í aðgerðum gegn einelti daginn á fót. Var verkefnastjórnin skipuð fulltrúum fjármálaráðuneytis, menntamálaráðuneytis og velferðarráðuneytis sem þá var. Á þeim tíma þótti ekki vanþörf á slíkum degi, en eins og nýleg dæmi sanna umræða og aðgerða enn í dag þörf núna 9 árum síðar. Ég vil þó trúa því að mikið vatn hafi runnið til sjávar á þessum 9 árum, en eitt af því sem ég tel af hinu góða að umræðan þessi mál hefur komist betur á yfirborðið en áður var. Sem dæmi má nefna í kjölfar MeToo-byltingarinnar sem spratt upp á samfélagsmiðlum haustið 2017 hafa konur og karlar stigið fram opinberlega til að segja frá reynslu sinni af kynferðislegri áreitni, mismunun og ofbeldi í starfi. Stjórnvöld hafa einnig látið sig þessi mál varða, en í byrjun árs 2018 skipaði ég meðal annars nefnd til þess að meta umfang kynferðislegrar áreitni, kynbundinnar áreitni eða ofbeldis auk eineltis á innlendum vinnumarkaði. Nefndin ákvað að fela Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands að gera rannsókn á vinnustöðum þar sem fókusinn yrði settur á fyrrgreinda hegðun og voru niðurstöður kynntar í skýrslu síðastliðið haust sem ég hvet ykkur öll til að kynna ykkur vel, en skýrslan ber nafnið Valdbeiting á vinnustað, rannsókn á algengi og eðli eineltis og áreitni á íslenskum vinnumarkaði. Niðurstöðurnar sýna meðal annars að rúmlega 2 af hverjum 10 hafa orðið fyrir einelti á vinnustað og eru konur líklegri en karlar til að greina frá því eða 25% kvenna á móti einungis 7% karla. Þá eru fatlaðir þátttakendur og þáttakendur með skerta starfsgetu mun líklegri til að hafa reynslu af einelti en þáttakendur án skerðingar eða fötlunar, eða 35% á móti 25%. Jafnframt kemur fram í ábendingarkafla skýrslunnar að bæta þurfi stefnur og verklagsreglur fyrirtækja í þessum efnum sem og eftirfylgni auk þess sem efla þurfi fræðslu og leiðsögn. Þá kemur fram að auka þurfi meðvitund stöðu ólíkra hópa á vinnumarkaði, bæta stuðning við þolendur og huga að samspili vinnustaðamenningar og eineltis og áreitni á vinnustöðum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna því svo ekki verður villst að það bíði okkar ærin verkefni og ég tel mikilvægt að við skoðum þau ofan í kjölinn. En góðir fundargestir, nú þegar vinnuumhverfi okkar flestra hefur tekið stakkaskiptum vegna COVID-19 þurfum við líka að vera sérstaklega á varðbergi og leggja aukna áherslu á sálfélagslega þætti í vinnu- og skólaumhverfi okkar. Ástæðan sú að þó minna sé bein samskipti við vinnu- og skólafélaga þeim mun meira skrifleg samskipti og myndsamtöl í fjarvinnu og fjarkennslu
en það löngu ljóst að einelti þrífst ekki síður í rafrænum samskiptum heldur en augliti til auglits. Eru jafnvel vísbendingar að einelti sé í sömu tilfelli miklu grimmara á samfélagsmiðlum heldur en annars staðar. Eitt lítið dæmi eru tölvupóstarnir, en þau samskipti þarf ávallt að vanda, vel ekki síst á tímum sem þessum, þar sem þau geta valdið misskilningi sem aftur getur tekið langan tíma að leiðrétta þar sem hlutaðeigandi nái ekki að ræða saman augliti til auglits. Við þurfum því að hlúa vel að öllum samskiptum okkar á þessum krefjandi tímum. Þegar álag mikið í starfi og okkur hættara til að vera ógætnar í samskiptum en ella, þá einnig aukin hætta á mistökum. Þess vegna þurfum við að sýna hvert öðru umburðarlyndi og hlýju og bjóða fram aðstoð í stað þess að gagnrýna og nota stóryrði. Nýlegt dæmi úr skólaumhverfinu sýnir okkur líka að við þurfum að horfa á allar hliðar mála. Við þurfum að taka utan þolendur en sömuleiðis gerendur og þá sérstaklega þegar ung og óhörnu börn eða unglinga að ræða, en reynslan hefur sýnt að einelti í æsku getur litað allt lífshlaup einstaklinga, hvort sem þolendur eða gerendur að ræða. Og reynslan hefur einnig sýnt að einelti getur verið dauðans alvara. Eins og MeToo-bylgjan sýndi og sannaði hægt að ná miklu fram með því að setja málin á dagskrá og opna umræðuna og leita lausna. Það hefur verið heilmikil vakning þessi mál og undanförnum misserum og ég skynja mikinn vilja út allt samfélag til að leiða þessi mál betur til lykta en nú Í því sambandi langar mig til þess að nefna að okkur í ráðuneytinu berast reglulega fyrirspurnir hvort ekki sé aðgengileg ensk þýðing á reglugerðinni frá árinu 2015 aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni og kynbundnu áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. Almennt stöndum við í ráðuneytinu ekki fyrir því að reglugerðir séu þýddar yfir á ensku, en við ákváðum hins vegar að gera undantekningu í þessu tilviki, þar sem okkur þykir málefnið afar brýnt og þörfin greinilega mjög mikil. Nú því hægt að nálgast enska þýðingu á reglugerðinni á VF ráðuneytisins. Einn af mörgum liðum í því að opna umræðum þessi mál netfundir sem þessi og ég vil því í lokin nota tækifærið og þakka Vinnueftirlitinu fyrir að eiga þetta frumkvæði. Dagskrá fundarins ekki að verri endanum en hér á eftir munum við meðal annars fá dæmi vel heppnað forvarnarverkefni á vinnustað tengt einelti, ráðgjöf til stjórnenda viðbrögð við einelti auk þess sem við munum heyra af nýjum áherslum í eftirliti með vinnuvernd í skólaumhverfi. Ég vona svo sannarlega að fundurinn komi fundargestum að gagni og verði liður í því að við náum mikilvæga takmarki að við getum öll notið okkar í leik og starfi óárekt. Góðar stundir. Já, við þökkum ráðherranum fyrir þessa brýningu en núna tekur við erindi Hildar Jónu Bergþórsdóttur, sérfræðings á starfsmannasviði hjá Landsvirkjun sem mun segja okkur frá forvarnarverkefni Landsvirkjunar. Gjörðu svo vel, Hildur. Takk fyrir þetta. Komið sæl, Hildur heiti ég og starfa sem sérfræðingur í mannauði hjá Landsvirkjun. Mig langar til að segja ykkur örstutt frá forvarnarverkefni okkar og minningarsjóðs Brynju Bragadóttur. Við hjá Landsvirkjun störfum samkvæmt viðbragðsáætlun vegna eineltis. Markmið með innleiðingu og framkvæmd þessarar áætlunar að stuðla að forvörnum og samræma verklag í málaflokknum og viðbragðsáætlunin okkar nær til alls starfsfólks og þeirra sem starfa á vegum fyrirtækisins í öllum starfsstöðvum Landsvirkjunar. Eins og fram kemur í viðbragðsáætlunin okkar leggur Landsvirkjun mikla áherslu á forvarnir og í því felst meðal annars regluleg fræðsla fyrir starfsfólk einkenni, afleiðingar og verkferla í eineltismálum. Fræðslan hjá okkur hefur hingað til verið í formi fyrirlestra fyrir starfsfólk og stjórnendur sem frábært og fyrir rúmum 2 árum tókum við í notkun stafrænt fræðslukerfi hjá okkur og í lok síðasta árs þá ákváðum við endurnýja allt fræðsluefni okkar varðandi einelti á vinnustöðum og bæta í rauninni við fræðsluna hjá okkur. En strax í kjölfarið þá ákváðum við að fara að leita af stafrænu fræðsluefni varðandi þennan málaflokk á íslensku og á ensku. Og því miður þá fundum við ekki það sem við leituðum að og tókum því ákvörðun að búa til okkar eigið fræðsluefni.
En á sama tíma og við vorum að hefja þessa vinnu, þá var minningarsjóður Dr. Brynju Bragadóttir að óska eftir umsóknum í sjóðinn varðandi þetta málefni. En minningarsjóðurinn var stofnaður til minningar Brynju sem lést árið 2015. Markmið sjóðsins er að fylgja eftir starfi hennar á sviði eineltis á vinnustöðum. Þegar við fréttum af því að þau var að auglýsa eftir umsóknum, ákváðum við að fara í samstarf við minningarsjóðinn og leið vinna efni sem gæti henta fleiri vinnustöðum heldur en okkar. Markmiðið með verkefninu var sem sagt að vinnustæðir geti nýtt þetta efni til þess að fræða starfsfólki sitt og stjórnendur hvað er einelti, hvernig er best að fyrirbyggja það og hvað aðstæður auki líkur á slæmum samskiptum og æskileg viðbrögð við einelti. Við vorum því alltaf með það að leiðarljósi að hafa efni bæði tímalaust og almennt þannig að það geti nýst sem flestum og myndi ekki verða úrelt daginn eftir að við myndum birta það. Þetta var mjög lærdómsríkt að fara í gegnum þessa vinnu og margir sem komu að gera myndbandana bæði innan hús hjá okkur og líka utanaðkomandi aðilar, allt frá handritagerðinni að stafrænni myndbandagerð og mér langar sérstaklega að þakka þeim fyrir sitt framlag sem tóku þátt í því. Vinnan hún hófst í janúar á þessu ári og lauk núna í ágúst og við forsýndum myndböndin í byrjun september. Afraksturinn var þess að 3 svona teiknuð myndbönd. En við vitum að of löng myndbönd geta virkað fráhrindandi og þess vegna ákváðum við að brjóta þetta niður í 3 myndbönd. Við vitum líka að athyglin okkar er ofta skornu skammti og ég held að sé gott að miða við svipaða lengd og kannski 1 Eurovision-lag, svona cirka 3 mínútur fyrir hvert myndband. En við settum myndbandi inn í fræðslukerfi okkar fyrir alla stafræna fræðslu og höfum brotið þetta upp með spurningum inn á milli myndbanda. Það er ekki flóknar spurningar en svona meira til að bara halda athyglinni og til þess að kanna hvort að fólk fylgist ekki örugglega með innihaldinu, ekki til að fella neitt. En það tekur 10 mínútur að fara í gegnum allt efni hjá okkur og það er skylda fyrir allt starfsfólk og stjórnendur og við setjum þetta líka inn sem nýlega fræðslu hjá okkur. En þegar starfsfólk hefur lokið við að fara í gegnum þessi 3 myndbönd þá fá þau tækifæri til þess að hlaða niður viðbragðsáætlunina okkar sem er sérstök fyrir Landsvirkjun og lesa sér til hvaða ferli fer af stað þegar tilkynnt hefur verið einelti. En áður en ég sýni ykkur fyrsta myndbandi þá langar mig til þess að segja ykkur örstutt efnistökin í hverju myndbandi fyrir sig. Í fyrsta myndbandinu þá er farið yfir skilgreiningar á einelti og algengar birtingarmyndir eins og kom fram í ræðu ráðherra hér á undan. En það er mjög mikilvægt að starfsfólk viti hvernig einelti er skilgreint, að þetta sé síendurtekin hegðun og hverjar séu helstu birtingarmyndirnar. Og í myndbandi númer 2 þá förum við yfir hvaða áhrif einelti hefur á vinnustæðin og starfsfólk og líka fjölskyldur þeirra og hver eru þessi hlutverk sem við þurfum að þekkja og hvernig er æskilegt að brugða sig við þegar einelti kemur upp. En við vitum öll að einelti hefur gríðarleg áhrif, ekki bara á þá sem fyrir því verða, heldur líka þá sem standa næst, bæði heima og í vinnunni. Við tókum líka ákvörðun að styðjast við sömu hlutverk og eru notuð þegar rætt einelti meðal barna því við þekkjum þau og við tölum meðal annars meintagerendur, meintaþolendur, áhorfendur, meðhlaupara, stuðningsaðila og verndara. Í 3. og síðasta myndbandinu er fjallað hvernig ber að vinna með eineltismál og hvað vinnustæðurinn getur gert til þess að koma í veg fyrir einelti og stuðla að góðri menningu þar sem einelti þrífst ekki. Það er gríðarlega mikilvægt að vinnustæðir taki á eineltismálin þegar þau koma upp og okkur hjá Landsvirkjun, okkur hefur fundist mjög gott að vinna þessi mál með ytri þjónustuaðila. Og því þetta er oft mjög flókin mál og gott að fá utanaðkomandi með sér í lið. En öll myndböndin þau eru aðgengileg á YouTube-rás minningarsjóðsins, bæði á íslensku og ensku og ég fagna því að reglugerðin sé komin á ensku líka vegna þess að það er mjög mikilvægt að allt starfsfólk hafi aðgang að fræðslu sem það skilur og getur tileinkað sér. Og margir vinnustæðir hafa einnig óskað eftir að fá myndbandskrána senda til sín og við höfum nú þegar deilt þeim með tæplega 70 vinnustöðum sem er frábært. Og við erum virkilega stolt af þessu verkefni og okkur langar til að þakka fyrir frábæra móttökur og svona rétt í lokin áður en ég sýni ykkur fyrsta myndbandi þá langar mig til að þakka fyrir að fá að vera hér með ykkur í dag og kynna þetta verkefni fyrir ykkur og ekki hika við að hafa samband ef einhverja spurninga vakna varðandi myndböndin. En svo ætla ég bara að skella okkur í myndband númer 1 og að því loknu þá tekur Hannes aftur. Takk fyrir mig.
Til þess að geta komið í veg fyrir einelti á vinnustaðnum þurfum við að vita hvað það er og hverjar eru helstu birtingamyndirnar. Í þessu myndbandi ætlum við að fara yfir skilgreiningu á einelti, ásamt því að fjalla hvernig það birtist helst á vinnustöðum. En hvað er einelti á vinnustað? Einelti er síendurtekin hegðun sem almennt til þess fallin að valda vanlíðan hjá þeim sem fyrir henni verður, svo sem gera lítið úr, móðga, særa eða ógna viðkomandi eða að valda honum ótta. Skoðanaágreiningur eða ágreiningur vegna ólíkra hagsmuna er ekki einelti. Einelti er alltaf skilgreint út frá reynslu og upplifun þess sem fyrir því verður. Förum saman yfir nokkur dæmi einelti á vinnustöðum. Hver veit nema þú kannist við eitthvað af þessari hegðun. En höfum í huga að til þess að einelti sé að ræða þarf þessi hegðun að vera síendurtekin. Síendurteknar særandi eða niðrandi athugasemdir, slúður eða baktal geta flokkast sem einelti, en einnig útskúfun, lítillækkun, skammir eða hótanir. Einelti getur einnig verið líkamlegt ofbeldi og rafrænt. Rafrænt einelti getur til dæmis birst í birtingu óviðeigandi mynda eða því hvernig tölvupósti er svarað eða jafnvel ekki svarað, svo eitthvað sé nefnt. Nú veist þú hvernig einelti er skilgreint og hverjar eru algengar birtingamyndir. Já, þið þakkum fyrir þetta var fróðlegt. Nú komið að erindi Elínar Valgerðar Margrétardóttur sem sérfræðingur hjá Kjara- og mannauðssvið ríkisins og mun hún meðal annars fara yfir hvað sé til ráða þegar stjórnendum tilkynnt einelti á vinnustað. Gjörðu svo vel, Elín. Það ekki hljóðaður, Elín. Þannig að þið mistu að heyrið í mig núna? Betra. Já, þið mistu þess að inngangsbrandaranum. Fóttu með hann aftur bara. Nei, sæl og blessuð og gaman að fá að vera með ykkur hérna í dag. Þó sem ég sé nú í stofunni heima eins og kannski þið flest. Ég heiti Elín Valgerður og Margrétardóttir og starfa hjá Kjara- og mannauðssvið ríkisins. Og í þessu stutta innleggi mun ég ávarpa hvað til ráða fyrir stjórnanda sem fær óformlega eineltiskvörtun inn á borðið sín en starfsmaður biður jafnframt trúnað. Ef einhverjir voru að vonast til þess að hér vera á ferðinni fyrirlestur það hvernig þetta nálgast einfaldar og þægilega leiðbeiningar hvernig á að leysa eineltismál á stuttum tíma, þá verð ég að hryggja ykkur með því að þetta ekki slíkur fyrirlestur. En við ætlum hins vegar að tína til þau verkfæri sem eru tilvalin við að halda upp í góðum samskiptum á vinnustað, velta upp hvað gerist þegar starfsmaður kemur og segir frá einelti, en vill ekkert gera neitt formlega og hvað stjórnandi getur þá gert, og jafnvel fara þá aftur í byrjunina og tala verkfærin og velta upp í hlutverki og ábyrgð stjórnanda í málum sem þessum. En í starfsemi og rekstri vinnustöða búum við sem betur fer við aragrúa af verkfærum sem geta aðstoða okkur ef við höldum rétt á spöðunum. Við erum með lög og reglugerðir eins og lög aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum og reglugerð einelti, reglugerð aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum og alls konar strauma og stefnur sem að hjálpa okkur að auðvelda og bæta lífið í vinnunni. Lögin og reglugerðin leitast við að skapa aðstæður sem tryggja öruggt og heilsusamlegt starfsumhverfi þar sem hægt að leysa þeim mál sem koma upp á vinnustaðnum. Og reglugerðin býður vinnustöðum að gera skriflegar áætlanir öryggi og heilbrigði og halda þeirri áætlun á lofti og verða þar með hluti af vinnustaðamenningunni. Og þar þarf meðal annars að koma fram hvað á að gera til að draga úr hættu á að aðstæður eineltis myndist, hvert starfsmaður geti komið á framfæri kvörtun eða ábendingu einelti á vinnustaðnum og til hvaða aðgerða skuli gripið í kjölfarið. Það þarf líka samt að gera grein fyrir þeim aðgerðum sem hægt verður gripið til ef atvinnurekandi verði var við aðstæður sem mögulega gætu leitt til eineltis í framtíðinni ef ekkert að gert. Og svo erum við með það sem ekki bundið í lög, eins og mannauðsstefnur,
sem að segja okkur hvernig vinnustað við viljum bjóða upp á og stefnur gegn einelti sem segja okkur hvað við viljum ekki gera og svo samskiptasáttmálar þar sem að fari ítarlega yfir það hvernig við viljum koma fram við hvort annað. En hvað gerist svo ef að starfsmaður kemur og tilkynni meint einelti og biður trúnað en vill samt að hlutirnir séu lagaðir? Það mikilvægt að sá starfsmaður sé upplýstur að vinnuveitanda beri skylda til að láta einelti ekki líðast. Og mögulega mun hann hefja frumkvæðisathugun, sem þó aldrei einstaklingsmál, en gæti leitt af sér ákveðna niðurstöðu sem gæfi stjórnendum tilefni til að bregðast við. Og hvað þá frumkvæðisathugun? Það ákveðin greining á vinnustaðnum sjálfum, þar sem vinnustaðar menning, stjórnunarhættir og samskipti, svo eitthvað sem nefnt, skoðað. Það þá spurningar sem eru spurðar og þarf að taka afstöðu til, eins og hvernig tölum við saman, hvernig menningin hjá okkur, sinna stjórnendur mannlegum skyldum sínum, erum við með skriflega áætlun öryggi og heilbrigði á vinnustað, virk mannustefna, til stefna gegn einelti. Eins og ég segi, þá aragrúi af verkfærum til, en þannig það þó að helstu verkfærin snúa að forvörnum. Og ef að stjórnandi stendur frammi fyrir því að fá málin á borð til sín og jafnframt óskað eftir trúnaði, þá þarf hann samt að fara í ákveðna greiningu, spyrja þessara spurninga og vera tilbúin að takast á við erfiðu svörum og niðurstöðurnar. Í slíkri greiningu möguleiki á að fá nægilegar upplýsingar safnist til þess að hægt sé að fara í formlega könnun, en það óvíst. Þetta gæti leitt til þess að stjórnandi þyrfti að byrja frá grunni í samskiptastefnu og byggja þannig upp eineltisfría vinnustaðarmenningu þar sem jákvæð og uppbyggileg samskipti eru að höfða leiðarljósi. Það töluverð vinna að byggja upp vinnustað með góðum starfsanda, en ef þú þarft að laga vinnustaðinn þá það töluvert meiri vinna með því að leysa þá upp neikvæð samskiptamynstur og búa til ný jákvæðri. Og eins og í flestu öðru sem framfer inn á vinnustaðnum þá ábyrgð stjórnandans mjög mikil og einelti ákveðin birtingarmynd ofbeldis og einstaklingur sem upplifir einelti í sinn garð þarf að fá stuðning, hvort sem hann biður trúnað eða ekki. Sá stuðningur getur til að mynda falist í samtölum við fagaðila þar sem markvisst verður unnið að uppbyggingu þess einstaklings til að mynda með áræðniþjálfun. Og allir á vinnustaðnum þurfa að vera meðvitaðir það þegar eineltismál eru komið á stað, þá ekki aftur snúið. Neikvæð samskipti hafa áhrif á alla inn á vinnustaðnum. Þegar vel gengur auðvelt að sinna ekki samskiptamálum og auðvelt að átta sig ekki á því góða sem til staðar fyrr en það farið. Og það má ekki sofna á verðinum, því að það getur reynst erfitt að laga það sem skemmist. Eins og til dæmis traust. Það tekur langan tíma að byggja upp gott traust, en þarf í raun og veru ekki nema eitt atvik til þess að brjóta hana. Stjórnandi þarf að vera meðvitaður það hvort að hann sé að sýna fólkinu sína athygli. Hvernig eru samskiptin innbyrðis? Einhver sem aldrei með? Hvernig verkefnastýringin? Ef stjórnandinn áttar sig á því að hann ekki að sinna þessu hlutverki sínu, hvað ætlar hann þá að gera? Það á ábyrgð stjórnandi að leggja línurnar og kippa í taumana ef allt farið út víðan völl. Stundum nóg að stjórnandinn sýni athygli og stoppi samskipti sem hann ekki sáttur við og í kjölfar þess þróist menning þar sem jákvæðir höfða leiðarljósi. Stundum þarf að stíga fasta til jarðar og kollast bara hlutunum, en stundum nóg að fara einhvern milliveg. En þú veist það í raun og veru ekki fyrr en þú farin af stað. Og það akkúrat það sem þarf að gera. Að taka ábyrgð og fara af stað. Takk fyrir og gangi ykkur vel. Já, við þökkum fyrir þetta erindi. Nú komið að Helgu Bryndísi Kristjánsdóttur, sérfræðing hjá Vinnustofnun sem ætlar að fjalla vinnuvernd í skólaumhverfi. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Þeir ekki alveg í mér, Hannes? Jú, allir. Komið sæl. Mikið gaman að vera með ykkur í dag og hlusta á þessi áhugaverðu erindi.
Ég heiti Helga Bryndís og sérfræðingur í fyrirtækjaeftirliti hjá Vinnueftirlitinu. Ég ætla að segja ykkur frá áherslubreytingum sem við erum að gera hjá Vinnueftirlitinu varðandi eftirlit í skólum eins og hefur komið fram. En af hverju erum við að fara í áherslubreytingar við eftirlit á skólum? Jú, það hefur ekki farið fram hjá okkur í Vinnueftirlitinu eins og öðrum umræðum í þjóðfélaginu aukna veikindafjarvistir og langtíma veikindi starfsfólks. Starfsfólk að lenda í kulnun og jafnvel detta endanlega út af vinnumarkaðnum og þar starfsfólk skólana ekki undanskilið. Þess vegna ákváðum við að skoða hvað við getum gert út frá vinnuverndarlögum og reglum. Út frá vinnuverndarlöggjöfinni eiga allir vinnustaðar að hafa til staðar áætlun um öryggi og heilbrigði eins og kom hérna fram áðan og rannsóknir hafa sýnt fram á að hún mikil forvörn hvað varðar alla þætti vinnuumhverfisins. En snúum okkur að verkefninu sjálfu. Áherslu verkefnisins að auka samvinnu milli sveitarfélagsins sem rekur skólan sjálfs og okkar í Vinnueftirlitinu. Við viljum samþætta eftirlitsaðferðina þannig að allir skólar fái eins eftirlit. Við viljum stuðla betri vinnuvernd innan skólana og ýta undir að vinnuverndarstarfi sé hluti af starfseminni en ekki eitthvað sem endurvakið þegar von á Vinnueftirlitinu í heimsókn. Gott vinnuverndarstarf innan skólana besta forvörnin gegn ýmsum þáttum og þar á meðal gegn einelti, áreitni og ofbeldi. Markmið verkefnisins að efla vinnuverndarstarf innan skólaumhverfisins með áherslu á félagslega vinnuumhverfið. Félagslegt vinnuumhverfi mikilvægur þáttur í vinnuvernd og hefur það sýnt sig að slæmt félagslegt vinnuumhverfi ýtir undir vanlíðan starfsmanna. Einelti, áreitni og ofbeldi þrífst frekar og starfsemi vinnustaðarins ekki eins skilvirk og það gæti verið. En við settum okkur fleiri markmið og þau áætlun öryggi og heilbrigði sé uppfærð reglulega, ekki bara þegar við mætum á svæðið. Einnig það markmið okkar að stuðla því að skólarnir séu með virka öryggisnefnd sem hittist að lágmarki 4 sinnum á ári og haldi fundargerðarbók. Að vinnuverndarstarf sé sýnilegt og starfsfólk viti hverjir í öryggisnefnd og geti leita til þeirra ef þeir þurfa. Og mig langar til að segja ykkur frá einni skólaheimsókn sem ég fór í og þar meirnaði mitt vinnuverndarhjarta þegar ég stóð fyrir fram að lítið horn þar sem að búið var að hengja upp myndir af þeim sem eru í öryggisnefndinni. Ýmsum bæklingum hafði verið fallega uppstillt og það eina sem vantaði, og það voru bara lifandi blóm og kertaljós, að þetta þótti mér flott og þetta var mjög sýnilegt fyrir annað starfsfólk. Ég held að það hafi ekki verið búið að gera þetta bara því að ég var á staðnum. En þá langar mér til að koma það stuttlega inn á hvað ég að tala þegar ég tala áætlun um öryggi og heilbrigði sem ég búin að nefna hérna áður og var nefnt hérna áður í fyrirfylgjastri. Áætlun um öryggi og heilbrigði innifelur í sér áhættumat þar sem gerð kerfisbundin úttekt á vinnustaðnum, áætlun um heilsuvernd og forvarnir. Út frá niðurstöðum áhættumats þarf að vera til staðar úrbótaráætlun það sem þarf að bæta í vinnuumhverfinu, hver ber ábyrgð á því og hvenær úrbótum lýkur. Þar undir stefna á viðbragðsáætlun gegn einelti, áreitni og ofbeldi og svo þarf að vera til staðar neyðaráætlun. Og síðasti punkturinn eftirfylgni, úrbóta. Síðastur en ekki sístur, mjög mikilvægt að fylgja málunum eftir. Sjálfsögðu, svo við fara aftur í verkefni, settum við okkur undirmarkmið og þau að starfsfólk verði ánægðar í starfi, hvað annað, að vinnustaðurinn verði heilsusamari og færri veikindafjarvistir, minni starfsmannavelta. Þessar tölur hægt að fá hjá sveitarfélaginu og ætlum við að skoða hvernig staðan fyrir heimsóknin okkar og eftir að við höfum verið í heimsókn. Og þá það náttúrulega spurningin, hvernig ætlum við að fara þessu öllu saman? Jú, það sem við höfum gert, að við höfum byrjum á því að funda með sveitarfélaginu sem hafa með skólamál að gera og upplýsum fyrirkomulag eftirlitsheimsóknanna. Þannig að sé allir meðvitaðir hvað við erum að gera, komi engum á óvart. Kynna hvað vinnuverndarstarf snýst
Við ætlum að upplýsa þá sveitarfélagið eða þá sem koma að skólamálum hvað þætti verða farið yfir í eftirlitsheimsókninni. Við förum yfir hlutverk öryggisvarða og öryggistúnaðarmanna og við gerum kröfu að öryggistúnaðarmenn verði með á fundum í skólanum. Við förum yfir slysatilkynningar og óhappaskráningar, veikindafjarvisnir og tölum vel og lengi félagslegt vinnuumhverfi. Óskað eftir að skólarnir séu búnir að gera áætlun öryggi og heilbrigði áður en við komum ef mögulegt Eftir þennan fund, þá fundum við með skólastjórnendum. Að sjálfsögðu fá þeir nokkra viku til þess að melta og græja og gera áður en við komum. Og við förum á fund með skólastjórnendum og öryggisnefnd og förum yfir vinnuverndarmálin og hvernig þeim háttað í skólanum. Ef að ekki búið að gera þessar áætlun, og ef það ekki til staðar og ef það ekki búið að kjósa öryggisfulltrúa og öryggisvörð, að þá gerum við kröfu að þau geri slíkt. Eftir að áætlun öryggi og heilbrigði hefur verið gerð farið aftur í skólaheimsóknina og skólahúsnæði skoðað í þeirri ferð. Og það skoðað út frá lögum og reglugerðum og gefum fyrirmæli að frávik eru í vinnuumhverfinu. Við leggjum meðal annars áherslu á verkefnastofur eins og smíðastofur og heimilisfræði og svona bara eins og gengur og gerist. Við ætlum svo að vera í samskipti við öryggisnefnd til að auka frekara samstarf og ætlum að bjóða upp á fræðslu vinnuvernd til starfsmanna skólana ef þess óskað. Nú ég búin að lista upp fyrir ykkur það sem og þau verkefni, út af hvað þetta verkefni gengur og get upplýst ykkur að við erum byrjuð að heimsækja sveitarfélög og skóla en sjáum nú fram á að tímaramminn haldist ekki alveg vegna þessara takmarkana sem í þjóðfélaginu eins og gefur að skilja. Ég þakka kærlega fyrir áheyrnina og vona að dagurinn verði ykkur góður. Takk fyrir mig. Yfir til þín, Hannes. Já, takk fyrir þetta Helga Bundis. Það má sjá það að ekkert auðvelt að sinna eftirliti í skólaumhverfinu. En nú komið að erindi Sigrúnar Björnsdóttur, sérfræðings í vinnu og jafnréttismálum hjá Kennarasambandinu, sem ætlar að fjalla sálrænt öryggi. Gjörðu svo vel, Sigrún. Já, góðan daginn og takk fyrir að leyfa mér að kynna þetta góða starf sem unnið hjá Kennarasambandinu. Bara svo ég segja aðeins frá mér, þá vil ég taka það fram að allt það sem ég kynni hér, það hef ég unnið með fastanefndum KÍ, einkum þá vinnuumhverfisnefnd og jafnréttisnefnd og svo stendur þarna fyrir ofan eitthvað mig, en ég hef allavega óbilandi áhuga á vinnuumhverfismálum, þannig það. Efnið sem ég fjalla er eitthvað á þessa leið, þar sem ég tala heilbrigðan vinnustað og sálrænt öryggi og félagslegt áhættumat sem hefur nú verið minnst á hér og ég tala samskiptamál því þau eru viðloðandi skólana og viðbragðsáætlanir og svo tala ég jafnrétti að sjálfsögðu. Heilbrigður vinnustaður er eitthvað sem hefur hvílt á mér lengi og út frá þeim hugmyndum þá hef ég endurunnið aðeins félagslegt áhættumat fyrir skóla til þess að reyna að fá skólana til þess að verða heilbrigðari vinnustaði og ég held að þetta eigi nú við flesta vinnustaði. Og ég bætti ákveðnum þáttum inn í félagslegt áhættumat sem er lögboðið og allir þurfa að vinna og hefur verið minnst á hér áður. Eitt af því sem að vinnuumhverfisnefnd KÍ gerði var að útbúa gátlista fyrir kennara eða starfsfólk skóla sína vinnuaðstöðu og þetta er fyrir öll skólastig, verkmenntakennara, íþrótta- og sundkennara og námsráðgjafa og ég leyfi öllum slóðum á verkfærin okkar að fylgja með svo að fólk geti nálgast efnið vegna þess að þetta er öllum opið og á vef Kennarasambandsins. Og þarna farið í líkamlega þætti og svo hugum við líka að röddinni vegna þess að raddheilsa kennara skiptir alveg gríðarlega miklu máli og
það eru á vefnum hægt að fara í prófa röddina og það eru upplýsingar forvarnir líka. Og við hvetjum einnig stjórnendur til þess að bjóða kennurum fræðslu og raddbreytingarnámskeið sem hluti af forvörnum. Þetta nefnilega þekktur vandi að kennarar missi röddina og hvað þá? Röddin skiptir talsverðu máli. Sálrænt öryggi, það einmitt það sem að ég hef verið að huga að undanfarið. Og sálrænt öryggi hefur oft verið tengt við teymisvinnu, þar sem fólki í teyminu sem upplifir sálrænt öryggi líður betur. Það óhrætt við að viðurkenna mistök og mistökin eru rædd, opinskátt og þú getur sagt ég veit það ekki og bara finnum út úr þessu og allir eru einhvern veginn slakir og það verður meiri lærdómur og þekking til. Þegar sálrænt öryggi rætt á vinnustöðum þá þarf gegnsæi að vera mjög mikið. Það þarf að vera til skýr starfslýsing þannig að allir viti til hvers ætlast af þeim. Hlutverkaskipting í viðbragðsáætlunum þarf að vera mjög skýr og þarna komum við að viðbragðsáætlunum sem ég mun fara á eftir. Fólk þarf að upplifa stuðning frá samstarfsfólki sínu og rannsóknir hafa nú sýnt að það það sem við þráum mest. Opin og góð samskipti, fumlaus samskipti við stjórnendur og óttaleysi við að tjá skoðanir. Og það sem sagt hefur sýnt sig að þar sem eru ekki fumlaus samskipti við stjórnendur og mikill ótti, þar sálrænt öryggi hvað minnst. Ef fólk óttast að missa vinnuna ef það opnar munnin, það ekki gott. Svo gagnkvæm virðing og samskiptasáttmáli, ég mun aðeins impra á honum síðar og jafnrétti þarf að vera sýnilegt, okkur þarf að líða vel. Og það sem hefur sýnt sig það að ef sálrænt öryggi til staðar þá eykst það starfsánægja. En félagslegt áhættumat, það sem sagt hluti af venjulegu og hefðbundnu lögbóðnu áhættumati og ég hef sett það bara niður í 9 þætti en ég ætla fyrst og fremst að fjalla þætti númer 4, 5 og 8 því að þar höfum við útbúið sérstök verkfæri fyrir skóla. Við höfum útbúið verkferla fyrir samskiptamál og þegar ég tala samskiptamál þá ég að tala bara alla árekstra, líka einelti. Og það þarf að fara í ákveðið ferli til þess að vinna megi úr þeim og það þarf að taka á slíkum málum alveg strax. Það alveg sama hversu alvarleg þau eru. Og við stígum inn í slík mál en KÍ alltaf hlutlaus aðili vegna þess að það eru allir félagsmenn í KÍ. Það þannig. En við bara keyrum málin áfram. Og það sem við gerum líka það að við mælum með að skólar setji sér samskiptasáttmála sem eykur að sjálfsögðu sálrænt öryggi. En málið að ef að samskiptasáttmáli til staðar og það einhver viðbrögð sem verða hjá fólki eða hegðun sem okkur hugnast ekki, þá getum við alltaf bent á samskiptasáttmálann og sagt bara hey, við vorum búin að ákveða að við ætluðum ekki að segja svona brandara. Og það skiptir máli að hafa einhver tól í höndunum. Við höfum útbúið viðbragðsáætlanir eða sniðmát af áhættumati og viðbragðsáætlunum. Til dæmis létum við útbúa eða við útbjögum eftir danskri fyrirmynd áhættumat vegna ofbeldis í garð kennara. Og það leiðinlegt að þurfa að segja frá því en það ekki bara ofbeldi meðal nemenda eins og lögreglan hefur verið að tala heldur líka kemur upp sú staða að kennari verður fyrir ofbeldi af hendi nemenda. Og þetta sniðmát, það bara vinnur að því að þetta í raun og veru forvörn. En þarna fyrsti punkturinn, ef þið skoðið myndina, þar stendur 1 atvikaskráning og það mitt fagnaðarerindi, það að boða atvikaskráningu í skólum vegna þess að það sögulegt. Þá vitum við hvað hefur gerst og hvað getur gerst og við þurfum að
það þarf að skrá öll atvik sem verða, bæði stór og smá. Og það hluti af þessum viðbragðsáætlunum eða þessum sniðmátum einmitt svona atvikaskráningablað. Og þetta opið á netinu líka, það má alveg finna þetta hjá okkur. Nýjasta afurðin eru viðbrögð og gátlisti vegna gruns myglu, horfðu ekki allir á Kveik í gær. Og þannig að við fáum ansi margar tilkynningar grun myglu. Þannig að við útbyggum gátlista mjög ítarlegan það hvað þarf að gera. Og þið sjáu það að punktur númer 4 atvikaskráning vegna þess að ef að grunur tilkynntur, þá þarf að skrá það. Vegna þess að ef að grunur tilkynntur aftur, þá vitum við það, ok. Ef að ekkert gert. Og þarna farið nákvæmlega í það hvernig á að vinna með það þegar grunur kemur upp. Svo þetta með jafnréttið. Og sálrænt öryggi eykst ef jafnrétti sýnilegt á vinnustað. Áðan var minnst á rannsókn sem félagsmálaráðuneytið lét gera og þar kemur í ljós að konur eru í miklu meiri hluta sem verða fyrir áreitni og áreitni þrífst meira eða miklu algengari en okkur grunaði, því miður. Og ég sem sagt setti upp það hvernig við getum athugað jafnrétti í félagslegu áhættumati. Og ég legg fram þarna nokkrar spurningar og sem bara þarf að spyrja inn á vinnustöðum og helst inn á öllum vinnustöðum. Vegna þess að það alveg þannig að áreitni hún þrífst í ýmsum myndum. Og ég spyr meðal annars, starfandi jafnréttisfulltrúi í skólanum og svo spyr ég, jafnréttis- og kynjafræði kennd í skólanum og þeir sem hafa kynnt sér ný jafnréttislög sem þarf nú að samþykkja bráðum, þá kemur þar fram að það á að kenna jafnréttis- og kynjafræði á öllum skólastigum og það mikið fagnaðarefni. Og svo spyr ég líka, hefur farið fram kerfisbundin athugun og birtingamyndum jafnréttis og það góða að jafnréttisnefnd Kennarasambandsins lét útbúa verkfærakistu og verkfærakistan samanstendur af til dæmis námsefni og lista yfir það sem jafnréttisfulltrúi getur gert en líka þar jafnréttisvísir að því hvernig við athugum birtingamyndir jafnréttis á vinnustaðnum. Og það verið að spyrja hvernig eru myndirnar á veggjunum, hvernig eru námsbækurnar. Og ef við förum að pæla þess í okkar eigin bókum sem við lásum í grunnskóla, þá kemur margt í ljós. Ég sérstaklega að við getum hugsað ævintýrabækurnar til dæmis. En það bara skemmtilegt að hugsa þetta. Og ég setti þetta upp þannig að það geta svona eldri nemendur í grunnskólum geta alveg skoðað þetta líka og ég held að þeim finnst það nú bara skemmtilegt. Það mikilvægt að starfsfólk þekki birtingamyndir kynferðislegrar eða kynbundinnar áreitni og þess vegna spurt það, hefur farið fram slík fræðsla og þetta tengist líka samskiptasáttmálanum. Vegna þess að við höfum upplifað alls konar á okkar ævi og þegar MeToo-bylgjan spratt upp, þá allt í einu áttuðum við okkur kannski á því að við höfðum upplifað eitthvað sem okkur hugnaðist ekki. En við létum það yfir okkur ganga. Þetta svolítið þannig. En við þurfum ekkert að gera það lengur. Og ég hef farið inn í skóla með erindi birtingamyndir kynferðislegrar og kynbundinnar áreitni. Ég að útbúa fræðsluefni fyrir trúnaðarmenn hjá KÍ og öryggistrúnaðarmenn vegna þess að þetta alveg gríðarlega mikilvægur málaflokkur. Og hann duldari því miður en okkur grunar. En ég þakka kærlega fyrir mig og bara vona að þið njótið og á fremstu glærunni póstfangið mitt og það má alveg hafa samband ef einhverjar spurningar eru. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta, Sigrún. Leið ég vil þakka öllum fyrirlesurunum fyrir góð erindi
vil ég afhenda Hönnu Sigríði Gunnsteinsdóttur, forstjóra Vinnueftirlitsins orðið. Takk fyrir. Góðan daginn. Þetta er búið að vera frábært að vera hérna með ykkur í dag. Þetta eru mjög góð erindi sem að færa okkur góðan fróðleik og ég ætla að byrja á því að þakka þeim fyrir þeirra góða framlag við að efla forvarnir gegn einelti. Mér finnst einnig ánægjulegt hversu margir hafa gefið sér tíma í að hlusta á þeirra góð erindi og vona eins og sannarlega að við séum komið fleiri verkfæri sem koma að gagni í baráttunni gegn einelti á vinnustöðum, hvort sem það er í skólunum eða á öðrum vinnustöðum. Sérstaklega langum að þakka Landsvirkjun fyrir myndböndin sem að mér sjálfri þykir mjög góð og langar að hvetja vinnustöði til að kynna sér þau betur. Þetta tekur ekki langan tíma en ég trú á að þau geti aðstoðað okkur við að koma í veg fyrir einelti. Og mér finnst frábært að heyra hvað Kennarasambandið hefur líka verið ötugt að vinna þessum málum og hafa efni aðgengilegt af vefnum hjá sér. Mér langar nú að deila aðeins með ykkur því að dóttir mín var vitni af samtali fullorðna ekki fyrir svo löngu síðan og þar sem að einn var að segja frá leiðilegu atviki sem hefði gerst á vinnustað viðkomandi að þar hafi kona sagt upp störfum vegna þess að og svo þegar að fór að rýna í það þá kom í ljós að henni leið mjög illa og nefndi það að hún ætti að fáa vini og svo hefði hún tekið eftir því að þegar hún kæmi á kaffistofuna þá virtust sem að allir væru búnir með kaffið eða búnir að borða. Og síðan þegar við vorum einar á heimleið, þá sagði hún við mig, mamma, ég trúi þessu. Hættir þetta aldrei? Er þetta líka hjá fullorðnum? Og ég fekk sting í hjartað og þurfti að svara þessu játandi, því miður. En þarna fekk ég gott tækifæri til að fara yfir þetta með henni og það skiptir svo miklu máli að forvarnirnar þær byrja hjá okkur sjálfum. Árangursríkasta verkfærið í þessari baráttu okkar er að hvert og eitt okkar lítum í eigin barm og spyrjum okkur sjálf hvernig samstarfsfélagi vil ég vera? Hvernig kem ég fram við samstarfsfélaga mína? Því að þegar öllu er að botnin hvort, þá er þetta nefnilega allt í höndunum á okkur sjálfum hvernig mér og þér líður í vinnunni. Þetta á kannski ekki síst við á þeim dögum sem við lifum núna þar sem við erum öll að upplifa álag, bæði í starfi og einkalífi og við megum ekki gleyma því og við erum að upplifa þetta álag hvert á sinn hátt. Og við þessar aðstæður þá þurfum við að gæta vel að því hvernig við tölum saman. En okkur getur verið hættara til að vera ógetin í samskiptum þegar álagið er mikið og þá ekki síst þegar álagið er mikið í starfi. Við verðum líka að viðurkenna að þetta er bara mannlegt og það er svo mikilvægt að við séum öll meðvituð. Þá gengur okkur betur. Tilengum okkur kærleikan og umburðarlyndi í samskiptum og minnum okkur reglulega á að við erum ekki öll eins og við munum aldrei verða það, hvað sem raular og tautar. Við þurfum líka að muna það að við þurfum ekki öll að vera sammála, en það sem við þurfum að gera er að við þurfum að virða ólík sjónarmið. Gefum hvert öðru tækifæri og segjum nei við einelti og ofbeldi. Mér langar áður en ég slíti þessu að hvetja ykkur að hafa samband bæði við okkur hjá Vinnueftirlitinu eða fyrirlesana ef einhverjar spurningar brenna á ykkur. Og einnig minni á það að þessi fundur, hann verður áfram aðgengilegur á vefsíðun okkar. Og ég langar einnig að upplýsa ykkur að við hjá Vinnueftirlitinu við stefnum á að halda árlegar ráðstefnur eða fundi þar sem við vekjum máls á þessu mikilvæga málefni. En það er alveg ljóst eins og ráðherra nefndi áðan að þessi mál þurfa umræðu og við höfum séð það skila árangri og markmið hennar er skýrt að við viljum að þessi mál heyri sögunni til. Ég ætla að láta þetta verða lokaorðin hér í dag og þakka ykkur fyrir að gefa ykkur tíma til að vera með okkur og óska ykkur góðrar helgar. Og segi fundi hér með slitið. Kæra þakkir.